Já, góða kvöldið og verið velkomin í þáttinn Leigjandinn, lífið á leigumarkaði hér á Samstöðinni. Ég heiti Guðmundur Hrafn og verð með ykkur hérna í kvöld. Það var ætlunin að vera með viðtal við forsvarsfólk leigjendasamtakanna í Barcelona en það viðtaldi aftur verður flutt í næstu viku. Nú, í staðinn fyrir að fara ítarlega yfir málefni leigjenda í Barcelona í kvöld, þá ætlum við að kíkja aðeins yfir sviðið, svona hvað helst á döfinni hjá leigjendasamtökum í Evrópu og kíkja svona líka aðeins yfir hinn veginn við Atlantshafið á það sem á döfinni í Bandaríkjunum. Og eins og við vitum öll sem erum á leigumarkaðnum, þá leigumarkaðnum gríðarlega erfiður og hefur versnað mjög mikið undanfarin 10-15 ár og hefur kannski aldrei verið sérstaklega góður. En hann hefur versnað mikið undanfarin áratug og sérstaklega kannski allra best á þeim tölum og þeim staðreyndum sem hafa verið opinberaðar, hækkun á húsaleigu, skort af húsnæði, óöryggi leigjenda og þar fram eftir götunum sem allt skapar hér ólíðandi umhverfi fyrir þá sem kannski síst skyldi. Og það eru meðal við þessum vandamálum öllum og þau eru ekki mjög nálinni, hafa verið margprófuð í áratugi eða ekki í öld allavega í svörum heiminn og við erum ekkert að upplifa eitthvað sérstakt ástand umfram það sem hefur gengið á í mörgum samfélögum í heiminum undanfarnar áratugi og við þessu öll saman eru lausnir sem hafa verið margprófaðar og tekist vel. Við ætlum að kíkja aðeins á bæði það sem kannski helst að krafa leigjendasamtaka í Evrópu og líka í Bandaríkjunum og hafa verið vaxandi kröfur núna síðustu 5-10 árin. Það hafa verið vaxandi kröfur hjá leigjendasamtökum eiginlega bara alls staðar krafan leiguþak. Það er svona einhvers konar svona leigubremsu eða frekari löggjöf sem tekur til hækkun húsaleigu og líka bara hvaða viðmiðunarverð skulu ríkja. Þetta eftir yfirferð mína undanfarnar vikur umfjöllun og fréttaskýringar leigjendamál hefur þetta verið mjög svona endurtekið stef, að leigjendasamtök eru að fara fram á að sett verði einhver leiguþak, einhver hömlur á hversu leiga getur hækkað. Það sé ekki bara skortur og húsnæði sem þá heimatilbúin og bara framkallaður til þess að hámarka arð fjárfesta á húsnæðismarkaði, að það sé búin til skortur sem leiðir til þess að hækka verð bæði á fasteignamarkaðnum og líka á leigumarkaðnum. Þetta er náttúrulega bara heimatilbúið ástand og sýnir völd og kraft fjárfestana í þessu að geta búið til og viðhaldið ástandi sem kemur mjög illa niður á öllum neytendum. Ekki bara leigjendur, þó þetta lendi harkalegast á þeim, þá kemur þetta niður á öllu neytendum. Þetta er heimatilbúið vandi, þetta er ekkert eitthvað sem gerist bara það þarf að gerast til þess að koma í veg fyrir að verktakar og fjárfestar fara að finna á hausinn. Það bara getur ekki gerst vegna þess að bara öll línur yfir fasteignahækkanir síðustu 40-50 ár sýna bara stöðuga hækkanir á fasteignaverði og þær hafa tekið mikið stökk og hafa verið allt frá 10-15-17% hér á Íslandi undanfarin áratug sem langt umfram eðlilega hækkun vegna þess að ávöxtun á sparifé í íslenskum bönkum 1% og það getur varla talist eðlileg framvinda að fasteignaverð sé að hækka 10-15% hver einasta ári og þar af leiðandi náttúrulega hagnaður þeirra sem taka þátt í eða standa á bak við þessar fjárfestingar. Bæði verktakar og fjárfestar og sveitarfélögin sem hirða til sem þennan ofboðslegan hagnað sem verður til af því að vera ráðandi aðili á fasteignamarkaði. Þetta er náttúrulega ástand sem svo bara bitnar bara einfaldlega bara strax á þeim sem þurfa að stofna sér heimili og það er náttúrulega bara við öll sem þurfum þess. Þetta er frumþörf okkar og kannski eitthvað mikilvægast sem við gerum í lífinu fyrir það að stofna fjölskyldu og eignast börn og að það er að koma okkur upp heimili.
Og þarna eru náttúrulega öfl fjárfestar og þeir sem ráða á markaðnum að nýta sér þessa frumþörf okkar til þess að fá okkur til þess að leggja eins mikið af mörkum eins og mögulegt og þar af leiðandi draga úr öðrum lífsgæðum okkar og setja okkur í þessa aðstæður við að rauninni að gera ekkert annað heldur en að viðhalda einhvers konar tekjustreymi til þess að standa straum af húsnæðiskostnaðum og nánast ekkert annað. Það eru mörg dæmi það í íslensku samfélagi að þetta skapar bara fátækt og eftir samtöl mín við allar góðgerðarstofnanir í Reykjavík sem að hjálpa fjölskyldum við matarinnkaup og ýmiss konar svona þjónustu og svona þetta hluti eins og bíóferðir og svona fyrir börn, þá eru eins og mæðrastyrksnefnd og fjölskylduaðstoðin, fjölskylduhjálpin og hjálparstofnun kirkjunnar. Eftir að hafa rætt við forsvarsmenn allra þessar samtaka núna í desember, og þá var að samdóma skoðun þeirra, ekki bara skoðun, heldur bara staðreyndir, að það er húsnæðiskostnaður sem að býr til þá fátækt sem að rekur fólk í fangið á þessum góðgerðarstofnunum. Þannig að athuga það að það er húsnæðiskostnaðurinn og hann heldur áfram að hækka, hann sem býr til þessa skammarlegu fátækt sem við búum við í íslensku samfélagi. Og við þekkjum örugglega öll einhvern sem býr við þessar hræðilegu aðstæður og þær eru heimatilbúnar. Það eru heimatilbúnar út af þeim íþyngjandi húsnæðiskostnaði sem fólk býr við. Nú, leigjendasamtökin sem voru endurreist núna í nóvember ætla sér að bregðast við þessu og knýja á fyrir breytingar sem að verði til þess að hér geti skapast heilbrigður húsnæðismarkaður þar sem fólk þarf ekki að leggja dag og nótt og vanrækja öll önnur gæði í lífinu bara til þess að halda taki yfir höfuðið. Það kannski í miklu óöryggi og lélegu húsnæði. En þetta er veruleikinn á Íslandi og þetta er veruleikinn líka víða. Þetta er ekki bara sér íslenskt vandamál að húsnæðismarkaður skuli vera forsendur fjárfesta og bákaupmanna og verktaka. Þetta er tendens eða þetta er viðleitnin víða og hefur verið skeið og sérstaklega síðustu 15 árin hefur þetta verið viðleitnin að stórir aðilar að sópa til þessum húsnæði og vera ráðandi á markaði bæði verðlagningu og framboð. Og þetta er náttúrulega algjörlega ólíðandi að sveitarfélög og löggjafinn skuli hafa látið þetta viðgangast og þetta byggjast upp á sinni vakt. En það er náttúrulega mörg stjórnmálaöfl sem að í rauninni agitera fyrir svona aðstæðum á fasteignamarkaði sem að vilja meina að markaðurinn muni ráða fram þessu öll saman og vilja helst engar hömlur á hvernig markaðurinn, þeir sem að ráða markaðurinn geti haga sínum verðlagningu og sínu framboði og sínu uppbyggingu. Þetta er allt verið á forsendum markaðins en það hefur sýnt sig að það bara gengur einfaldlega ekki og hefur ekki gengið nokkuð staðar að eftirláta markaðnum algjörlega eftir uppbyggingu á fasteigna- eða húsnæðismarkaði til þess að þjóna fólkinu í landinu. Að þjóna fyrst og fremst fjármagninu og fyrst og fremst þeim sem vilja hámarka arðinn af sinni fjárfestingu. Og húsnæðismarkaðurinn er gríðarlega góður til þess enda við reiknum svona lauslega út í leigjendasamtökunum og reiknum við lauslega út núna seint í haust hvað væri svona meðaltals ávöxtun á útborgun til fasteignakaupa ef hún hefur leigð áfram þá er svona meðaltals ávöxtun eitthvað milli 15 og 20% og meðan að innlánsvextir eru 1%. Þannig að þetta er 15-20-föld ávöxtun á 15-20-föld ávöxtun með innlánsvexti sem að þetta skapar. Þetta er náttúrulega algjörlega galið og verður til þess að neyð þeirra sem að búa utan þessa markaðis eykst enn frekar. En eins og ég segi þá ætlum við að kíkja aðeins yfir sviðið. Ég ætla aðeins að byrja heimabyrjun, náttúrulega hellast yfir okkur fréttir reglulega af því hvernig fasteignamarkaðurinn er.
15, 12, 15, 16, jafnvel 17% árleg hækkun húsnæði sem öll bara hellist út í leiguverði líka. Það líka ákveðin teikn á lofti það að lögaðilar og efnamikið fólk sem að kaupa sér kannski 3., 4., 5., 7., 10. eignirinn sína til þess að einfaldlega bara þessi leigu út og þeir séu orðið ráðandi aðilar á kaupendamarkaði. Þess að þeir sem eru að kaupa húsnæði eru fyrst og fremst þeir sem eru að kaupa húsnæði til þess að leigja út vegna þess að það ábatasamasta fjárfesting sem að hægt að gera á Íslandi í dag og svo öruggasta. Og þetta náttúrulega, þarna sjáum við í rauninni bara einfaldlega niðurstöðuna af því hvernig markaðurinn og umhverfi leigjenda verður þegar að svona lítur við. Það að segja að það verður einfaldlega bara, það þjónar einfaldlega bara fjármagni. Og við í leigjendasamtökum eða samtökum leigjenda í Íslandi erum mótmæli þessu og erum að vinna og róa því öllum árum að koma fram með okkar stefnumál og okkar aðgerðir þeim efnum og efla starfsemi okkar. Ég hvet ykkur öll til þess að ganga í leigjendasamtökin á leigjendasamtökin.is og fylgja liða bak við okkur og knýja fram þessar þörfu breytingar. Nú það hafa verið umræður sem frá 2015 leiguþak og það voru svona vinna sem fór af stað á síðasta kjörtímabili þar sem að uppfærsla á húsaleigulögunum fór inn í samráðsgátt til Alþingis og þar voru umræður leiguþök eða leigubremsu. Þar voru sett á tölur sem við leigjendasamtökum mótmælum harðlega en það hins vegar verið umræða þetta og sitt sýnist hverjum. Það eru mörgum sem hugnast alls ekki að setja einhverjar hömlur á fjárfesta eða eigendur húsnæðis, leiguhúsnæðis eða setja einhverjar hömlur á þeirra tekjustreymi. Og við skulum kíkja bara á nokkrar fyrirsagnir sem að birtust hafa birst í blöðum undanfarið. Hvernig við sjáum bara hvernig umræðan leiguþak til dæmis Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, og hann hafnar því alfarið að leiguþak eða leigubremsa geti haft eitthvað góð áhrif fyrir leigjendur. Hann með þessa dæmigerðu nálgun leiguþak sem við heyrum oft frá fjárfestum og verktökum. Þeir sem að stjórna á húsnæðismarkaði að það muni einfaldlega bara leiða til þess að fjárfestar og verktakar yfirgefi markaðinn og þar af leiðandi skapi enn frekari skort. En þar sem að eru gróðavon, hvort sé ekki nema 5% eða 10%, þar mun alltaf verða einhverju með fjármagn. Og ég hvet náttúrulega líka bara það sem eru með félagslegt fjármagn að koma sér betur fyrir á markaðnum og láta ekki þennan markað í hendurnar á þessum líka við að segja ófjöldum sem að nýta sér neyð fólks. Og við erum með líka þjóðsögun leiguþak frá Sölva Blöndal sem er efnahagságjafi Gamma eða var efnahagságjafi Gamma Capital. Þetta er náttúrulega mjög dæmigerð orðræða frá svona fyrirtæki sem að hagnast á þessum markaði. Ég vil alls ekki sjá einhvers konar hömlur á því. Pavel Bartósek borgarfulltrúi, þetta gaman að ræða þetta við hann. Hann hefur enga trú á þessu leiguþaki sem að þýsku leigjendasamtökin hafa verið að vinna og hefur verið við lífi og að það séu svona einhverjar blikur á lofti með það vegna þess að þýskur dómstól í Berlín dæmdi borgarstjórn Berlín ekki hæfa eða fara með umboð til þess að dæma hvort að það sett á leiguþak. Og nú fer það væntanlega fyrir Alþingisdómstólinn í Þýskalandi hvort að það sé rétt að halda þessu leiguþaki áfram. En við förum aðeins yfir málum við Berlín aðeins seinna og hvað þeir eru með á prjónunum líka. Nú við erum líka með grein eftir hagfræðideild Arion banka sem segir að leiguþak leysi ekki húsnæðisvandann
En þetta eru svona kunnuleg stef í þeirra sem alls ekki vilja sjá einhverja hömlur á tekjustreymi leigusala. En á sama tíma þá leiguþak eða leigubremsa við lýði í fjölmörgum borgum víðs vegar um heiminn og hefur gengið vel. Það skapar ró og fyrirsjáanleika á fasteignamarkaðnum og þrátt fyrir að það sé svona unnið ötullega af því af hendi fjármagnsins að reyna að koma þessum leigubremsum eða svona þessu regluverki frá, þá verður þeim ekkert að staðar ágætt með það og það eru miklar umræður þetta í Bandaríkjunum og víða í Evrópu og til dæmis í Katalóníu á Spáni. Þar mikil umræða þetta og hefur nýlega verið svona heltekið pólitíska umræðu þar undanfarin ár á sama tíma eins og sjálfstæðisbaráttan. En leiguþak virkar og við skulum bara skoða nokkrar fyrirsagnir úr blöðum þar sem við sjáum hvernig umræðan leiguþak við sjáum bara hérna að en í Vín til dæmis þar hefur verið leiguþak í langan tíma og gengið bara virkilega vel. Við sjáum líka og komum ekki fram hérna á skjalinu. Þá skulum við bara loka fyrir þetta. En í Kaliforníu, þar hafa verið öflug leigusamtök og hafa þau barist fyrir leiguþaki núna síðan 2015 og orðið ágengt. Og nú hefur orðið til ný leigulöggjöf í Kaliforníu þar sem þess að búið að setja hámark á hækkun húsaleigu við 5%. Þetta búið orðið að bara fylkislögum eða ríkislögum í Kaliforníu. Nú nýkjörinn borgarstjóri í Boston, og við höldum okkur áfram í Bandaríkjunum, nýkjörinn borgarstjóri í Boston, hún vann kjörið síðastliðið haust á slagorðið leiguþak. Þannig að viðtökurnar við hennar umræðu eða orðræðu voru það miklar að hún tryggði sig kjör sem borgarstjóri í Boston. Nú í Katalóníu var mikið talað leiguþak hérna á árunum 2018 og 2019 í kjölfarið af á hækkandi húsaleigu sem var þó í enga líkingu við það sem gerst hefur hérna á Íslandi. Þar voru að tala 40% hækkun á 10 árum sem þótti algjör óhemja og var til þess að fólk setti niður hælana og sagði hingað eftir lengra og skipulagði sig og barðist fyrir því að þeir sett á leiguþaki í Barcelona og var ágengt með það. Það var svo kosið þetta í sumarið 2019 og í ágúst 2019 og samþykkt og það semst núna bæði búin að setja leiguþak í Barcelona og líka búin að setja fram opinbera reiknivél sem reiknar út hvað sanngjörn leiga fyrir ákveðið húsnæði á ákveðum staði. Það sýnir ykkur hann aðeins ættis. Nú í Vín, eins og segið, þar hefur verið í áratugi eða bara frá því í seinna stríðinu hafa verið mjög sterk leigjendalög sem hafa verið leigjendur fyrir hækkandi húsaleigu umfram vísitölu og þar eru fjárfestar náttúrulega að reyna að koma í veg fyrir að þetta og halda áfram og að telja þetta allt til foráttu eins og gengur. Nú í París mjög merkileg löggjöf, eða í Frakklandi mjög merkileg löggjöf sem var samþykkt árið 2004 sem við förum aðeins að sama. Það varðar fjölda félagslegt leiguhúsnæðis í sveitarfélögum og þar þarf lágmarkið að vera 25% af öllu húsnæði í sveitarfélögum vera félagslega rekið. Ef ekki þá franska ríkið með heimilt að sekta sveitarfélögin ef það standa sig ekki þar og við ætlum að reyna að fræðast aðeins frekar þetta í komandi þáttum og ég talaði aðeins við mann sem rannsakaði þetta
og við ætlum að reyna að fá hann til að tala við okkur hérna einhvern tímann í febrúar hvernig framkvæmdin á þessu og hvaða lærdóm á að taka úr þessu fyrirkomulagi. En það var í 2018 sem að Parísarbúar samþykktu líka leiguþak. Þannig að við getum farið hérna beggja vegna Atlantsála og séð mjög góðar viðtökur við leiguþaki og þetta bara vaxandi krafa leigjenda alls staðar í heiminum sem að það settar hömlur á hækkun húsaleigu og líka að búa til ákveðið viðmið fyrir sanngjarna húsaleigu. Og þetta bara einhver svona mikilvægustu baráttumálin okkar í Leigjendasamtökunum. Það að koma hlutum þannig fyrir að við getum búið hérna við umhverfi sem er fyrirsjáanleiki og öryggi fyrir alla aðila. Þetta sé ekki markaður sem fyrst og fremst notað til þess að knýja út hámarksarð á fjárfestingu að eingöngu. Nú, við ætlum svo aðeins að fara hérna yfir hvað á seyði í þá Leigjendasamtökunum kringum okkur. Nú, það eru leigjendasamtök starfandi í nánast bara öllum löndum sem basinn tekið niður og ekki bara í löndum sem landssamtök eða svona hreyfingar heldur líka eru leigjendasamtök bara víða, sérstaklega leigjendasamtök í borgum og hverfum og jafnvel hjá stórum leigufélögum líka. Það eru bara samtök leigjenda sem starfa þar og halda utan um sína réttindabaráttu og sín hugðarefni og hjálpa hvort öðru í sínum úrlausnum efnum. Nú, förum aðeins yfir það, skoðum aðeins leigjendasamtökin í hérna, við ætlum að kíkja hérna á samtök leigjenda í Skotlandi, en í Skotlandi fer fram mjög merkileg barátta akkúrat núna. Þar verið að búa til nýja húsnæðispólitík sem á að gilda til 2040 og þar eitt af lykil markmiðum í þeirri húsnæðisáætlun, nýju húsnæðisáætluninni að koma á leiguþaki og mjög öflugu umhverfi leigjenda. Samtök leigjenda í Skotlandi kalla sig Living Rent og hafa gefið út svona stefnuskrá sína sem tekur til öryggis á húsnæðismarkaði, leiguverð og framboðs. Í Berlín eru 3 leigjendasamtök eftir því sem ég kemst næst. Það eru 3 leigjendasamtök í Berlín. Berliner Mietverein stærsta leigjendasamtök í Berlín með tæplega 200.000 meðlimi, borgandi meðlimi. Þó að allir leigjendur í Berlín njóti þeirra vinnu vegna þess að þeir hafa það mikil áhrif á leigumarkaðinn í heild sinni. Það eru 180.000 meðlimir sem þá fyrst og fremst njóta og nýta sér þá þjónustu sem samtökin halda úti og með 80 lögfræðinga á sínum snærum sem að hjálpa leigjendum ef þeir lenda í vandamálum eða þurfa eitthvað úrlausnar við. Nú, já, við töluðum við Sebastian Bartels, lögfræðing hjá Berliner Mietverein í síðustu viku og við ætlum að halda áfram að fylgja þeim máli aðeins eftir. Þetta mál sem við fjalluðum bæði uppbyggingu samtakanna, þeirra þjónustu og áhrif þeirra á leigjendamarkaðinn eða leigumarkaðinn í Þýskalandi og Berlín kannski sérstaklega. Við fjölluðum líka aðeins baráttumál þeirra, bæði fyrir áframhaldandi leiguþaki og frekara leiguþaki sem fór fram árum 2017-18 og fram undir 2019 og svo líka baráttu þeirra sem fór fram 2019, 20 og 21 fyrir félagsvæðingu eða eins og mætti kalla líka þjóðnýtingu á stórum húsaleigufélögum sem voru ráðandi á þýska leigumarkaðnum. Og þetta eru 2 merkileg baráttumál og sýna bara fram á kraft og frumkvæði leigjenda og hversu mikið þeir geta áorkað. Nú, hérna eru leigjendasamtök í Írlandi sem kalla sig Tenants Together. Þau eru líka með mikla og öfluga baráttu. Nei, þetta ekki leigjendasamtök í Írlandi.
Þetta leigjendasamtökin í Kaliforníu. Þetta leigjendasamtökin í Kaliforníu sem hafa verið gríðarlega öflug núna undanfarin svona 7-8 ár og sett á oddinn alls konar baráttumál og eins og ég nefndi hérna áðan var mjög ákveðið með að koma á leiguþaki í Kaliforníu sem orðin fylkislög og eitt af þeim meðlum sem var beitt þar með mjög góðum árangri voru svona leiguverkföll eða svona rental strikes þar sem að leigjendur tóku sér saman í stórum hópum og borguðu ekki húsaleigu á meðan að viðsemjendur þeirra að koma á borðinu. Þannig að þau hefðu þetta náttúrulega bara í hendi sér þúsundum ef ekki 100.000 saman að krefjast þess að fá að setjast niður við borðið með bæði með þeim sem að fara með að búa til löggjöf í kringum hverja leigjenda og líka þá sem að stýra markaðnum með framboð íbúðum þar sé að stór leigufélög. Og til þess að notuðu þau þetta úrræði sitt á endanum, þetta þrauta úrræði að hætta að borga húsaleiguna sem var til þess að verðmæti þessara leigufélaga hrapaði og skapaði mjög mikið og svona erfitt umhverfi fyrir þau. Þannig að þá sæng sínu uppbreyta og koma á borðinu sem var til þess að hér eða þar núna orðin mjög öflug löggjöf í leigumarkaðinn og leiguþak. Þannig að þetta alls saman hægt og kannski verður eitt af þeim sem svona dæmum sem við munum líta til. Nú hér leigjendasamtök í Barcelona eða bara samtök kvenkyns leigjenda, Sindicat de Llogateres sem í Barcelona og þau eru að berjast fyrir sanngjarna húsaleigu og eins og félögin þeirra í Kaliforníu og í Berlín þá var þeim bara mjög ágætt með sína baráttu. Þau komu í gegnum kosningar 2019 að það var samþykkt ný löggjöf í húsaleigulög og leiguþak og líka samþykkt lög viðmiðunarverð húsaleigu. Við skulum að kíkja aðeins á þessa reiknivél hjá þeim eftir og hvaða þessum forsendur þeir nota til þess að reikna út leiguverð. En þetta eru gríðarlega öflug samtök og það var ekki bara þessi samtök heldur 4.000 önnur samtök í Katalóníu sem að hvöttu stjórnvöld til þess að taka upp leiguþak og sterkari leigjendalöggjöf og viðmiðunarverð húsaleigu. Og þetta var samtök með miklu meirihluta í katalónska þinginu og hefur sem betur fer verið samþykkt af spænska alríkisdómstólnum sem ekki alltaf verið ofliðvöllur Katalónum en var það og þessu sinni. Núna býður þetta fulla virkni og það var þetta sem ég vildi komast í samband við þetta fólk og það býður þá til næstu viku og Íslendingar sem hafa upplifað þessar breytingar. Nú, það eru hérna ætlum við að kíkja á leigjendasamtök í Írlandi sem heita Housing Action Now. Þetta eru samtök eða svona reglífasamtök sem halda utan leigjendasamtök eins og í Dublin og nokkrum öðrum stöðum í Írlandi. Og þau eru náttúrulega að berjast líka fyrir því sama og við þeim betra og skilvirkara umhverfi fyrir leigjendur, fyrir þann sem búa og þurfa að treysta á það að geta búið sér til heimili á leigumarkaðnum. Og svo eru þau að berjast fyrir leiguþaki eins og annars staðar víða gert. Í Danmörku eru leigjendasamtök gríðarlega sterk og eru mestu leyti svona þjónustusamtök, eru bara svona stofnir í samfélaginu en halda með sinni vinnu bæði með því að tala fyrir hönd leigjenda og hafa skoðun á hvernig leigumarkaðurinn fyrir þetta það náttúrulega þjónustuleigjendur að þá halda þau leigumarkaðurinn svona með efni þarna í Danmörku og enda hann miklu mun heilbrigðari heldur en hér vegna þess að það líka mikil félagslegt húsnæði og fjöldi og framboð af félagslegu húsnæði heldur markaðnum í skefjum. Nú, þetta alls staðar svona á Norðurlöndunum, Svíþjóð,
Hyresgestforeningen í Svíþjóð eða leigjendasamtökin í Svíþjóð eru stærstu félagasamtök í Svíþjóð með rúmlega 500.000 borgandi meðlimi og rauninni ráða markaðinn þar algjörlega. Maður heyrir nú engar sérstakar umkvartanir frá sænskum kapitalistum að fasteignamarkaðurinn þar sé svo slæmur að það þór enginn eða vil enginn byggja húsnæði. En samt sem áður hefur þetta verið svona í áratugi að leigjendasamtökin þar stýra þessu saman og það var gott ágætis dæmi það núna síðastliðið haust þegar að þáverandi forsætisráðherra Svíþjóðar, Stefán Löfven, hann vildi ljáði máls á því að afnema leiguþak og draga úr leigjendalöggjöfinni en hann var að stíga til hliðar umsvifalaust vegna þeirra útleggingar sinna. Nú, hér eitthvað. Sjá. Sjá, hér eitthvað aðeins, sjá. Það stöðvast hérna skjárið hjá mér. Sjá. Eitthvað að gerast hérna. Já. Heyrðu, ég biðst afsökunar þessu en það voru smá tæknilega örðugleikar. Nú, eins og ég segi, sænsku leigjendasamtökin mótmæltu orðum forsætisráðherra harðlega og var þannig að svíkja til hliðar. Þar sjáum við þetta mjög öflugu samstöðu leigjenda, þessu mikið leigjendum getur orðið ágætt. Nú ætlum við að kíkja hérna aðeins til Amsterdam, þar eru líka leigjendasamtök og þau eru mjög öflug og hafa verið að berjast fyrir frekari réttindum sinna umbjóðenda. Nú þetta er svona stutt yfirferð, þetta eru leigjendasamtök starfandi í öllum Evrópulöndum og við ætlum að draga upp þetta afslátt frekar fyrir okkur þegar af líður vorið og sjáum hvernig þeir skipuleggja sinni vinnu. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að leita, dæma og reynslu annar fyrir okkur leigjendasamtökum. Við erum að skipuleggja okkar baráttu sem kemur til með að taka svona og fá skýran mynd þegar hann úr vorinu, sérstaklega þegar það kemur fram í svona kosningabaráttu núna fyrir sveitarstjórnarkosningar, enda eru þetta eitt af stóru málefnum í sveitarstjórnarkosningunum í vor, og það eru málefni leigjenda. Og við munum sjálfsögðu að halda frambjóðandi við efnið og ég vonast til þess að frá ykkur áhorfendur góðir og allir leigjendur á Íslandi og sérstaklega náttúrulega þeir sem búa hérna í Reykjavík að þrýsta á sína fulltrúa í borgarstjórn að taka til hérna og hefja almennilega umræðu stöðu leigjenda sem eins og við veitum mjög slæm. Nú, við ætlum líka aðeins að kíkja hérna á ýmis baráttumál önnur leigjendasamtaka og kíkjum á fræðumst aðeins frekar það og við byrjum bara á því að kíkja hérna á látum okkur sjá kíkjum hérna á bara förum til Barcelona sjáum hvernig þeirra barátta hvernig henni hefur undir það. Nú, það hefur ýmislegt borið að koma í katalónskri réttindabaráttu hjá leigjendum og þar hefur til dæmis bara verið talað þjóðnýtingu eða félagsvæðingu húsnæðis að ef að húsnæði stendur autt hjá leigusölum eða stóru leigufélögum að þá vilja þeir að yfirvöld fá hreinlega heimild til þess að taka þetta bara eignarnám og þetta er ekki bara baráttumál leigjendasamtaka heldur hreinlega bara þingsins eða yfirvalda í Barcelona
að gera slíkt. Þannig að þau hafa hótað þessu að ef að leigufélög, vegna þess að mikið af húsnæði í Barcelona í eigu stórra leigufélaga, jafnvel leigufélaga sem eiga ekki eins lögheimili og ekki frá Katalóníu eða Spáni. Það eru dæmi vogunarsjóði, bandaríska vogunarsjóði sem í rauninni eiga stóran hluta af leiguhúsnæði í Barcelona og láta það frekar standa autt heldur en að leigja það á sanngjarnri leigu. Og nú hefur borgarstjórn Barcelona hótað því að þessi fasteign verður bara teiknað eignarnám ef að fyrirtækin halda þessu til streitu. Þarna erum við náttúrulega með kannski frekar svona róttæka framsetningu eða róttæka innkomu inn í þessu umræðuna og það líka frá yfirvöldum, ekki bara leigjendasamtökum. Þannig að fara þessar skoðanir bara hönd í hönd og sýnir bara þessu miklu samstöðu og þannig að þetta mikla réttindamál sem að brennur á þeim sem að hugsa fyrir íbúa og vilja skapa réttlátt og gott samfélag, að þeir vilja alls ekki svona umhverfi. Og leigjendasamtökin eru náttúrulega svona afgerandi í þessar umræðu að koma þessu á oddi og koma þetta inn í samtali stjórnmálanna. Nú, hérna sjáum við í Barcelona eru líka með handbúið skrifstofu þar sem er handbúið málefni leigjenda og sérstaklega og veita alls konar þjónustu. Hérna er þetta hjá Neytendasamtökunum og frekar fátæklegt hvernig þjónustu við leigjendur er. Hún er svona víða dreif hjá svona lögfræðiþjónusta og lögfræðiaðstoð hjá Neytendasamtökunum og Orator, félag lögfræðinema. Og svo held ég það sé bara svona talið. Nú, það voru kvenkyns leigjendur, eða samtök kvenkyns leigjenda í Barcelona sem að rauninni ráku þessa baráttu alltaf sem hefur farið fram undanfarin ár og var alveg svakalega ágengt. Og hérna erum við að horfa á ráðstefnu sem þau héldu þessa baráttu sína og hvað þeim verða ágengt. Það sem sagt orðið staðreynd að það komið á leiguþak í Barcelona og þessi leigureiknivél verið gefin út sem við ætlum að kíkja á eftir augnablik. Hérna þetta heimasíða samtakanna og hérna yfirferð yfir þessi nýju leigjendalög sem voru samþykkt í september 2020 og komu svo til áhrifa í nóvember 2020 sama ár. Hérna svona yfirferð yfir þessa nýju löggjöf og það sem að kannski fyrir mitt persónulega leyti eitthvað svona athyglisverðar við niðurstöðu þessara baráttu leigjendasamtakanna í Barcelona þessi leigureiknivél. Hérna það nú bara þannig, í Barcelona þegar þú finnur þér íbúð til þess að leigja, þá bara slærðu inn hérna nokkrar forsendur fyrir leiguverðinu. Það er hérna bara komið inn í Barcelona og svo velur hverfin í Barcelona. Þú skulum bara velja hérna Gracia, ég þekki nú aðeins til sjálfur í Barcelona, komið þangað nokkuð sinnum. Við sjáum bara hérna þriggja herbergja íbúð og við bara vinka hérna og segjum bara hún sé og hérna þetta gefa upp ákveðið hérna þetta gefa upp ákveðið húsanúmer sem ég reyndar ekki með. Þannig að gerir þetta ekki svo frekar ómarktækt hérna hjá mér. En þarna erum við bara með, hérna, nei, þetta ekki alveg að virka. En þetta eins og eitt af því sem við í leigjendasamtökunum erum að vinna, það að búa til svona reiknivél sem að bæði leigusalar og leigjendur geta farið inn og séð fyrir sanngjörn húsaleiga sem sagt í upphafi samnings á ákveðinni tegund af húsnæði, staðsetningu, stærð, gæði, aldri og þess háttar. Þannig getum við öll bara verið sammála það hvaða leiguverðið á að vera. Það bara það samið
af hendi sterkra og leigjendasamtaka og þeirra sem eru að leigja húsnæði. Þá þarf ekkert að vera víla og díla það, frekar fólk vill. Þarna bara komið leiguverð og svo settir þá leiguþak upp á hámarkshækkun og húsaleigu á ári eða þá bara vísitölutengingu eins og víða gert. Þetta sem sagt bara hvernig þetta í praktík, hvernig þetta hefur unnist eins og hjá samtökunum í Barcelona, að þau vinna þetta þannig að þau bara fara fram með ákveðna kröfu og fylgja liði hjá öðrum samtökum sem hafa kannski svipuð markmið eða skapa réttlátt og gott samfélag, ná svo tengingu við fulltrúa sína á þingi og í sveitarstjórnum og upphefja þetta samtal sem flestir styðja og koma þessu svo bara í gegnum hefðbundna ferli við að kjósa þetta, svo verður þetta bara lögum og samþykkt og núna bara komið í gagnið. Þetta gott dæmi bara hvað leigjendasamtökum, hvað þau getur verið ágengt með sín baráttumál og þetta ekki eina dæmið, við sjáum náttúrulega líka frá Berlín og svo kíkja bara þangað, bara aðeins yfir hvernig þetta hefur, hvernig sjá, bara, nei. Þetta. Ekki afsakið þetta, ég að taka þetta upp heima fyrir eins og og kemur þetta. Við skulum skoða með Berlín, að í Berlín var barist fyrir því að fá að samfélagsvæða fasteignamarkaðinn. Þess að samfélagsvæða þau stóru leigufélög sem voru ráðandi á fasteignamarkaðnum. Það var barist fyrir því bara með því að fara út á göturnar og slá upp mótmælafundum og samtali við stjórnmálamenn sem var svo að reynd núna í síðastliðið haust að þetta var samþykkt. Núna vinnur það málefni, staðan bara sú í Berlín núna, að eftir að Berlín var búið að samþykkja það að veita borgarstjórn Berlínar heimild til þess að samfélagsvæða eða þjóðnýta stór leigufélög, þau leigufélög sem áttu að vera 3000 eignir, að núna býður það verkefni og verkefni það bara í gangi núna hjá yfirvöldum Berlín, það að finna sanngjarnt endurgjald fyrir þessa þjóðnýtingu. Vegna þess bara í stjórnarskrá Þýskalands varðandi þjóðnýtingar þá fjallar það alltaf almannaheill, það að þjóðnýta eða taka eignarnámi eigur fólks eða almannaheill fyrir hendi og þarna vildu leigjendasamtökin í Berlín meina að þarna væri almannaheill fyrir hendi. Það kom í veg fyrir það að þessi stóru húsaleigufélög væri svo stór og ráðandi á markaðnum og gæti þar lendi komið framtíð og lífsviðurværi íbúa í Berlín í voða, stefnir í voða. Og þetta voru bara forsendur sem voru bara samþykktar af þýska þinginu og væri réttar forsendur fyrir því að leyfa þessari spurningu og koma fram í þýsku alþingiskosningum síðustu og var samþykkt með 60% þeim sem tóku afstöðu til spurningarna. Og þetta sem sagt bara núna í það sem býður, hvernig þessi þjóðnýting eða samfélagsvæðing verður eða hvort að þessum félögum verður bara skipt upp. En þetta bara eitt af mörgum góðum dæmum fyrir því hvað fólki á leigufélögum verður ágengt með sína baráttu. Við ætlum líka aðeins að kíkja á það sem við ætlum að fjalla núna á næstinu. Það eru
Já, við ætlum að kíkja hérna á, og það líka, vildi kannski koma inn á áðan, að það eru hérna mikil og öflug löggjöf í kringum leigumarkaðinn í Vín í Austurríki. Það bara Austurríki almennt og við ætlum að fræðast aðeins það núna líka á næstu vikum. Það náttúrulega skipta skoðanir leiguþak og við sjáum það sums staðar þar sem verið að ræða leiguþak að það eru margir sem finna því allt í foráttu. Það náttúrulega sérstaklega þeir sem að beinum haga því að leigja dýrt og halda leigumarkaðnum þannig að hér úrverðum hægt að búa til sem mestan hagnað. Nú, við erum aðeins búin að vera að fara svona yfir sviðið, hvernig þetta virkar allt saman í löndunum kringum okkur. Við sjáum hérna beggja vegna Atlantsála rísandi svona samstæða leigjenda. Leigjendur eru að skipuleggja sig í borgum og bæðum bara alls staðar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu. En það nú bara þau svæði sem við höfum skoðað. Við höfum ekkert skoðað hvernig þetta í Afríku, Suður-Ameríku eða Asíu eða Eyjaálfu. Við höfum ekki skoðað það, en ég býst við að hlutirnir séu bara eins vegna þess að það hefur verið mjög neikvæð og slæm þróun á fasteignamarkaði hérna bara náttúrulega alls þar í heiminum undanfarin 10-15 ár sem að birtast í því að örbirgð fólks að aukast út af húsnæðiskostnaði. Þessu þurfum við að breyta og leigjendasamtökin ætla að leggja sitt lóð og vogarkannar og erum að eins og ég nefndi hérna fyrir þetta við erum bara að skerpa á okkar orðræðu, okkar stefnumálum og við erum að safna félögum og ég bara hvet þig og þá sem á þetta horfa og þá sem þú þekkir sem eru á leigumarkaðnum að hvetja þá til þess að gangi leigjendasamtökin á leigjendasamtökin.is og fylgja sér á bak við okkur og verða með í því að breyta hérna umhverfi. Þannig við fáum hérna leiguþak þar sem eru hömlur á hækkun húsaleigu, við fáum hérna leigureiknivél sem viðurkennd og samþykkt af sveitarfélögum og verkalýðsfélögum og leigufélögunum og hvernig við skulum reikna húsaleigu, sanngjarna húsaleigu. Það sé ekki bara á forsendum markaðarins, það er heimatilbúinn skortur sem verður til þess að leiguverð hækki. Nei, það má bara ekki vera þannig, það má bara ekki vera þannig einu lengur. Við ætlum að vinna því að svo verði ekki og þess vegna þurfum við að búa til eða styrkja samtökin okkar og við væntum þess að þú munir sjá til þess að svo verði. Nú, í næsta þætti þá ætlum við að tala við fólk í Barcelona. Þetta svona því að skipta sem við ætlum að reyna það, en ég vænti þess með að við höfum skilabóð sem það kom ekki upp og fá að fræðast aðeins frekar hvernig þau á haga sinni baráttu. Við ætlum líka að tala aðeins leigureiknivélina sem leigjendasamtökin að láta hana fyrir sig og við ætlum líka að líta aðeins hérna innanlands og svona aðeins skoða hvernig horfur á húsaleigumarkaðinn hérna heima vegna þess að þetta svona eitt af okkar stærstu hagsmunamálum okkar allra íbúanna hvernig samfélag viljum við skapa hérna. Viljum við skapa hérna samfélag þeirra sem að geta grætt mikið á leigjendum eða viljum við að skapa hérna fjölbreytt samfélag sem að öllum líður vel. Nú, það líður að svo á sveitarstjórnarkosningum og við munum náttúrulega reyna að fá að tala við frambjóðendur og heyri þeim hvað þeim finnst málefni leigjenda og umhverfi leigjenda og við munum sjálfsögðu koma því fyrir í dagskránni komandi dagskrá. En þetta verður ekki lengra sinni hérna heiman frá. Ég vona því að við notið þessa yfirferðar sem að ég hef svona lauslega kynnt fyrir hvernig umhverfi leigjenda í kringum okkur en það alltaf svona enn eitt múrsteinninn í þann stóra vegg sem við erum að byggja hérna til þess að vernda og skapa hérna heilbrigt umhverfi fyrir leigjendur. En ég vil bara segja takk fyrir mig í kvöld og við sjáumst á næsta þriðjudag.